Góðan daginn, sælöll, kæru dýravinir, dásamlegt að eiga þennan dag með ykkur. Og þetta mikill áfangi og ég ansins hrædd að þú eigir eftir að gera svona, af því að ég búin að vera í mestu vandræðum að stytta þetta. Ég gæti tala með ykkur, við ykkur í klukkutíma þessa ótrúlega löngu sögu dýravendarsambandsins og ótrúlega mörgu mögnuð áfanga sem að þessi dýravinir, duglugu dýravinir, hafa náð í þá dýrana. Og ég ætla bara að fá að æfa mig á þessari græðu, byrju nú við, já, hérna kemur þetta. Já, þá ætlum við að byrja þessa sögu sem hefst þarna 13. júlí 1914. Hérna sjáum við Morgunblaðið þann dag og rekum augun þarna í fundarboð og þarna fyrsta verk dýravinana að boða til stofnfundar. Og þetta var merkilegt fundarboð. Og tilefnið var Dýravendunarfélagsstofnun sem hafði verið í undirbúningi hjá góðtemplurum í Reykjavík nokkurt skeið. Þeir vantaði eitthvað svona mannúðarmál og vildu beita sér fyrir dýrin. Fundurinn þetta mánudagskvöld var mikilvægt upphaf í þá dýravelfari í landinu. Og þeir nýstofnaða félag fékk nafnið Dýravendunarfélag Reykjavíkur. Það var fyrsta nafnið. En árið eftir var ákveðið að breyta því það átti að starfa fyrir allt landið og fékk það heitið Dýravendunarfélag Íslands. Já. Og þá það frumherjarnir sem maður að tala það. Þetta var ótrúlega magna fólk sem kom að stofnun þessa félags. Mikið hugsun á fólk og merkust frumherjarnir voru einmitt þau Tryggvi Gunnarsson, fyrrum bankastjóri og alþingismaður og hún Ingunn Einarsdóttir, húsfreyja á Bjarmalandi í Reykjavík. Og Tryggvi, hann var mikil dýravinur, ótrúlega mikil dýravinur, alveg á barnæsku og hann fylgdist vel með umræðu dýravelferð á Norðurlöndunum. Það var byrjað aðeins fyrr, 1850, það var byrjað í Danmörku og öðrum stöðum að tala dýravelferð. Hann hóf umræðan dýravelferð hérna á Íslandi með því að hefja útgáfaritinu Dýravinurinn árið 1885 og hann tók einmitt líka frumkvæði í ýmsum málum eins og láta sitja upp vatnsþró í Reykjavík af því að fólk var á hestbaki alfarið þarna á þessum tíma þannig að það var hægt að gefa hestunum að drekka og hann setti líka upp skilti munið að gefa hestunum að drekka. Það var mjög passasamur þetta. Og þetta úr vísu eftir skáldið Þorstein Erlingsson sem var mikil dýravinnu líka og sérstaklega mikið að gefa fuglum og hvetja fólk til þess og hann skrifaði fullt af efni í Dýravinin hjá honum Tryggva þegar hann gaf það út og hann gaf honum þetta ljóð, þetta brot úr ljóði þegar Tryggvi átti afmæli, okkur sem merkis afmæli mögulega þegar hann var 8 ára og það víst að dýrin mættu mæla, þá myndi það verða blessað nafnið þitt. Þessi frumherji. Svo það hún Ingunn Einarsdóttir, sem ekki gleyma henni og allt hennar starf var gríðalegt og alveg frá barnæsku hafði hún verið mikil dýravinur og það nýsti hana í hjartað að veri farið illa með dýr. En það var algengt að dýr voru beitt mikilli harnesku á þessum tíma. Hún mútti að horfa upp á mjög mikið slæma meðferð dýrum og Ingunn hafði oft beðið Guð að vekja upp fólk til að stofna öflugt dýravendafélag hér á landi. En það fór svo, það var hún sjálf sem varð síðan eina þessum frumherjum. En Dýravendunarfélagið, það var stofnað fyrir hennar framgöngu. Hún var góðtemplar líka og var Ingunn fljótt lífið og sálin í starfi félagsins. Algjör lyftistöng. Og hérna úr erindi sem hún flutti. Hún var svo dugleg að koma fram og segja frá. Dýravendunarfélagið okkar hefur þann tilgang að létta kvöl þeirra sem geta ekki borið hendur fyrir höfuð sér. Munið að þið eigið að vera vendarar dýrana. Já, og við höldum áfram. Þannig að nú voru að brett bara hendur fram úr ermun hjá þessu fólki. Tryggvi, hann var formaður í hinu nýja félagi, þá 8 ára á aldri og beið hann ekki boðana. Hann leiddi vinnu við gerð frumvarpstillaga dýravend fyrir hönd félagsins sem var staðfest á Alþingi í nóvember 1915. Þetta var stór áfangi og hefur Dýraverndarsambandið síðan komið að lagagerð og lagabreytingum vernd og velferð dýra. Barðist félagið meðal annars strax fyrir því að settir í reglugerð aflífun á dýrum sem var mikill áfangi því aflífun dýra hefði verið mjög ómannuleg á þessum tíma. Einnig vert að nefna að fyrir forgöngu félagsins það voru sett lög geldingar og búfé árið 1935 og var þar með skylt að dýrin eru svæfð eða deyfð áður sem var líka mjög mikilvægur áfangi. Já, og þess var geta að framundan, eins og ráðherra nefndi,
þá endurskoðun framundan á öllu lagaumhverfi dýravelferðar og mun dýraverndarsambandið áfram standa vaktina sem málsvari dýra. Já, og hér sjáum við nokkuð sem hafði mikil áhrif í samfélaginu í marga áratugi. Hún Ingunn, hún var mjög kröftug kona og hún lagði til að félagið myndi gefa út blað og að hennar tillögu var blaðið nefnt Dýravendarinn. Fyrsta tölublaðið kom út í mars 1915. Dýravendarinn var vinsæll meðal landsmanna, sérstaklega fyrstu árin þegar hátt í 4.000 manns voru áskrifundur af blaðinu. Þau sem eru eldri í salnum, þau kannski muna eftir Dýravendarunum. Hann var lesinn út allt land og mjög vinsæll. Með Dýravendarunum hafði félagið eignast öfluga rödd í samfélaginu og hefur blaðið vafalaust vakið með fólki sívaxandi skilning velferð dýra. Og þetta blað það kom út óslitið í 69 ár eða til ársins 1983 og þá var hlé. En blaðið kom aftur út 2013, 2014 og 2015. Já. Og svo kemur svolítið sem að erfiðast að skrifa þennan part, af því að það er svo erfitt að lesa svona hugsjóna fólk sem berst svona einlæglega fyrir dýrin og öll þessi vinna sem var á baki verður svo hræður, þannig að sem að stoppaði mig voru ekki, ég fann ekki upplýsingarnar, heldur bara tárin. Þetta svo magna sem ég vil að segja ykkur núna. Alltaf var mikill straumur aðkomu fólks til Reykjavíkur, en lítið var húsaskjól fyrir hesta, því fólk var náttúrulega á hestbaki, það voru engir bílar. Og algengt var að þeir varu látnir hýrast í portum hvernig sem viðræði, ískaldir og jafnvel sárir eftir langa ferð. Ingunn lagði til á aðalfundi árið 1917 að félagið kæmi upp sjúkraskýli og hýsingu fyrir dýr og var það samþykkt. Þetta sama ár lést Tryggvi 82 ára að aldri og hann jarðsettur í Alþingisgarðinum. Reistu var myndalegu minnisvarði sem þar enn og á honum stendur Verndarhlynur dýrana sem eru orð á sönnu. Og þarna stendur Dýraverndunarfélag Íslands hýsir hesta. Og hérna er útihúsin hérna og hérna var svona önnur aðstæða þetta funda þarna inni. Og þetta voru svona 12 hektara, cirka 10-12 hektara sem fólk gæti líka fengið að vera með hesta á beit og önnur dýr sem við sjáum hér. Fjöldi dýra árið 1931, sjáum við hvað þetta eru mörg dýr sem að Dýraverndunarfélagið hýsti. Tryggvi gerir Dýraverndunarfélagið sem hánum hafði svo þótt svo vænt að aðal erfingja sínum. Það gerði félaginu kleift að kaupa jörðina Tungu í Reykjavík árið 1918, þannig að þau bara drifu í þessu. Hún var kölluð Dýraverndunarstöðin í Tungu eða Vendarstöðin og var fljótt mjög vinsæl. Vanhýrt dýr voru einnig tekin inn til alhylningar og segja má að Vendarstöðin hafi verið fyrsti vísirinn að dýraathvarfi hérna á Íslandi. Þannig sjáu hvað eru mörg dýr sem voru þarna hýst. Og þetta er sérst gömul myndi, það er brotnar rúður og svona, en við langar svo að sýna ykkur aðeins hliðina á húsinu. Það er ekki margar myndir til. Þannig hún tekið 1957 þegar hestmanni félagi Fákur var að leigja í beitasvæði í kring. Það Reykjavík borg. Já. Og árið 1930 hélt Dýraverndarfélagið enda áfram. Og þá var opnaði sérstakur sjúkraklefi í Vendarstöðinni og var hún þessna líka vísir að fyrsta dýraspítalanum hérna á Íslandi. Og mér langar að sýna ykkur hvar Tunga stóð. Hérna er mynd af Tungunni þegar hún var tekin hérna 1970. Og var Vendarstöðin rekin til ársins 1937, en þá voru bílarnir bara farnir að taka við og það var erfitt að reka þessa stöð. Þannig að hún var seld, en þarna var hún efst á Laugaveginum. Og ég hugsa alltaf mjög hlýlega þegar ég keyri þarna framhjá. Svo er það fyrsti dýraspítalinn, en þetta félag hefur komið að því einnig. En óskadraumur félagana rættist að skoski dýralæknirinn Mark Watson gaf íslensku þjóðinni dýraspítala árið 1973. SGI og DR sem voru hún stressaðist svo mikið upp að hún nálgaðist mig, ég gleymdi að segja ykkur það, að Dýraverndunarfélagið skiptist í 2 félög 1959. Sambandi Dýraverndunarfélag Íslands, SGI, og Dýraverndunarfélagi Reykjavíkur DR. Og síðan 1977 opnar þessi flotti spítali og hann stendur í Víðidal og húsið er það ennþá.
En það fór samt þannig að reksturinn á dýraspítalanum var þungur og það fór þannig að hann var leigður út bara og síðan seldur árið 2009 og var þá í eigu Dýraverndarsambandsins. Og of langt mál að telja upp öll baráttumálin sem félagið hefur unnið að, en hægt að nefna að félagið fékk því komið í lög að eyjan Eldey undan Reykjanesskaga var friðuð. En þá hefði verið gengið þar mikið á Súlnabyggð, þannig að það mikil barátta að fá þetta vendað þessa eyju. Upp á 1990 dalaði starfsemi dýraverndunarfélaganna tveggja, en þau voru alltaf starfandi. Síðan sameinuðust þau í eitt félag árið 1996 undir nafninu Dýraverndarsamband Íslands. Árið 2008 þá hófst endurreisn félagsins, en starfsemi félagsins hafði þá verið í lægð nokkurn tíma. Og hefur krafturum verið stígandi undanfærin ár og alveg síðan þá og starfsemi núna í bara miklum vexti. Okkur hefur orðið gert mögulegt að ráða framkvæmdastjóra núna nýverið fyrir stuðning bakkjarla sem kallast dýravendara sem styðja okkur mánaðarlega og fyrir þeirra kraft á þeirra fjármuni getum við gert þetta og ótrúlega þakklátt fyrir það. Og svo hefur Dýraverndarsambandið einnig fengið nýtt merki hér sem hannað af Stefáni Ingvar Pétursinni sem starfar undir hönnunarnafninu Stingvi og sýnir okkur hérna, þetta íslenski heimskautarefurinn sem fyrsta landsspendýrið á Íslandi og litavalið innblásið af eldi og ís þar sem mótandi frumöflum í náttúru Íslands. Og við hjá Dýraverndarsambandinu, við náttúrulega erum bara ótrúlega stolt af sögunni og starfi Dýraverndarsambandsins þessi 111 ár og það mikill heiður að fá feta í fótspor þessara eldtuga sem hafa farið á undan okkur. Og verkefni dýravelferðar þau eru ennþá ótal mörg, en við erum stórhuga og við stefnum ótrauð áfram að efla þetta gamla og góða félag dýravinna í svona mikilvæg hlutverki sem málsvari dýra á Íslandi. Við stefnum ótrauð á því. Og Ísland getur orðið fyrirmynd annarra þjóða varðandi réttindi og velferð dýra og að þessu markmiði þá við vinnum að því hér hjá Dýraverndarsambandi Íslands. Og við vonum og við hvetjum ykkur öll að taka þátt í þessu því það gerum við öll saman. Takk fyrir.